við erum að fagna stórum áfanga og erum formlega að taka í notkun nýja öfluga tækjasamstæði sem tengt flæðilínu. Þetta mikil hagræðing, það stórt mál. Þetta miklu betra starfsumhverfi fyrir þá sem að vinna vinnuna og þetta skilar betri gæðum. Þannig að það eru allir kostir við þennan tækjabúnað umfram eldri búnað. Og flæðilínan, hún svona í stuttu máli vinnur þannig að hún vinnur alla forvinnu fyrir rannsóknir forvinnu á sýnunum og eftir forvinnu þá flytur hún sýnin í það tæki sem kemur til með að framkvæma mælinguna, jafnvel á milli tækja og eftir að rannsókn hefur verið gerð þá flytur flæðilínan sýnin aftur í geymslu í kæliskáp. Þessi lína var fyrst sett upp núna á síðasta ári á Karolinska í Stokkhólmi og er gert samtímis hér hjá okkur. Fyrir sjúklinga skilar þetta hraðari vinnslu og betri gæðum, þannig að það getur aukið flæði sjúklinga spítalann, þannig að vinnan gangi hraðar og menn þurfa ekki að bíða eftir rannsóknarniðurstöðum á sama hátt. Þetta skilar einnig að vinnan er nákvæmari og betri og gæðin meiri. Við erum að setja í rauninni af stað starfsemi sem að, eins og ykkar færustu sérfræðingar segja, leitun er að annar staðar í veröldinni. Það hlýtur að vera ákveðin áfangi og bera fagna. Þetta hefur gengið mjög vel og starfsfólki á rannsóknarkjarnanum hefur staðið sig alveg með ólíkindum vel. Svo og tæknimenn frá því fyrirtæki sem við skiptum við og tæknimenn spítalans. Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt skref að fá þessa flæðilínu, en þau eru mörg fleiri. Við vorum, bara í síðustu viku eða þar síðustu að taka skóflustungu vegna jáandaskanna sem á að rísa innan árs. Það var líka verið að taka og ráðherra tók skóflustungu fyrir 2 mánuðum vegna sjúkrahótels sem á að vera risið hér árið 2017. Það er ekki langt síðan við fengum skurðþjarka sem hjálpar okkur mjög og við höfum náttúrulega verið að kaupa núna árinu 2015 fyrir 1,4 milljarða króna lækningatæki og auðvitað skilar þetta og skiptir miklu. Allt þetta eru liður í því að byggja upp innviði spítalans og það er ákaflega mikilvægt bara fyrir jafnt öryggi sjúklinga og þjónustu við þá, en líka aðstöðu fyrir starfsfólk. Landið er að rísa og við höfum sett okkur ákveðin markmið það að bjóða hér upp á mjög góða og framsækna heilbrigðisþjónustu. Mér finnst ágætt að hugsa þetta út frá hinu svokallaða þríþætta markmiði, því það sem við erum að stefna þegar við erum að reka Landspítala er það að ná auknu öryggi, betri þjónustu og minni sóun og ódýrari rekstri. Og við náum öllum þessum markmiðum með þessari flæðilínu sem er frábært.